fundin vegna ráðningar á nýjum þjálfara í meistaraflokk karla í handknattleik, Aron Kristjánsson. Ég heiti Sigurjón Sigurðsson, markastjóri Hauka og fundurinn verður með því sniði að mun aðeins fara yfir nokkur atriði hérna upplýsingablað sem ég er búinn að láta ykkur hafa og síðan getið þið spurt Aron. Með honum á háborðinu er Valdimar Óskarsson, formaður hagfræðisdeildar Hauka og endilega duglegur að spyrja. En á fundin vantar Gunnar Berg Viktorsson en hann forfallaðist á síðustu stundu. Fyrir vikunni var skrifað undir 3 ára samning og Aron Kristjánsson en hann tekur við þjálfun meistaraflokks karla í handknattleik af Gunnari Berg en Gunnar Berg hefur jafnframt verið ráðinn sem aðstoðarþjálfari Hauka. Aron lék lengi í handknattleik með Haukum með góðan orðstír en hann flutti til Danmörku 1998 til að spila með danska liðinu Skjern og var hjá þeim í 3 tímabil. Árið 2001 flutti Aron til Íslands og lék með Haukum í 2 tímabil eða til vors 2003 en hann flutti aftur út í Danmörku til að taka við þjálfun hjá Skjern. Aron var þar við stjórnvölinn í 4 tímabil eða til ársins 2007 þegar hann flutti til Íslands og tók þá við þjálfun Hauka. Liða hann okkur hjá Haukum sem undir stjórn hafið menn voru hafi ekki náða að stíga skrefið og koma liðinu í toppbarátuna. Þetta leit svona ágætlega út í byrjun vetrar en svo svona fjara undan þessu en það er kannski líka það að segja að við erum með mikið af ungum strákum í liðinu sem eru að þroskast og eru búin að vera Íslandsmeistarar nú 2 ára með öðrum flokki. Þannig að það býr mikill efni við í liðinu. Deildin virðist alltaf vera að yngjast og þannig að þetta er svona líka mikil vinn í því að vinna með þessa einstaklinga, bæta hvernig einstakling þannig að við á þann hátt líka bætum liðið. Og við erum þetta bara að vinna í þessum leikmannamálum núna, hvað við þurfum að fylla inn í. Það verður svona frekar tómlegt hægra megin á vellinum. Það sem að þessir örfundi leikmenn eru farnir. Þetta er missum stóra pósta í Einar Erni Jónssoni þar sem hann er að leggja skóna á hillan eftir farsalan feril og svo Guðmundur Árni að taka skrifið og fara til Danmerkur í eitt af stærstu liðum Danmerkur
sem kannski svona ágætis gæðastimpill bara á starfinu hérna í Haukunum að við séum að ala upp leikmenn sem að fá tækifæri til þess að spila erlendis, annarkvort í Þýskalandi eða Danmörku. Það er þetta bara ágætis hvatning fyrir Haukamenn held ég, hérna almenna Haukamann og hérna, eins og ég segi, F-fangans þó þetta bara frábærlega í fyrra, eru með góða umgjörð og stjórnin þar og hefur verið að vinna ágætis verk og hérna þeir náðu svo að klára kannski titilin eftir brösut tímabil, þeir voru þetta með mjög góða mannskap, mjög vel manna lið og hérna þeir voru vel að titlinum komnir, en það er svo sem allt í lagi, hann færið þangað einsinn á 19 ára fresti og hérna svo reynum við svona að hérna eins og ég segi, það er engin svona lofur það að við séum ekki að verða Íslandsmeistara en við ætlum allan að koma okkur í toppbaráttunni að berjast þessa titla og hérna og svo er það, ef maður heldur sér þar uppi þá dettur þetta alltaf einhvern veginn dettur þetta stundu fyrir mann og sigurhefðin í félaginu er mikil og hérna ég hef ekki hingað til farið í leik og svona verið að sætta með það að vera ekki að standa upp sem sigurvegari eftir svona tímabil. Ég buddan eru þetta eins og bara held ég á öllum félögum í Íslandi eru þetta hérna, það eru þetta bara strandbudget og menn eru þetta að reyna að reka þetta á ágætis, þess að á núlunu, þú rekur ekki íþróttafélagi í hagnaði og hérna, en það er þannig að við þurfum að reyna að styrkja okkur hægra menn á vellinum, við höfum þetta að missa leikmenn sem að, það er þetta þannig að einhverju fara og einhverju koma og það er þetta deilist út, það er þetta kannski að nota pening sem notar yfir annan, yfir á aðra leikmenn, þannig að þetta er auðvitað þannig að við munum stilla frambærilega liði hérna næsta ári og eins og mér finnst, eins og þetta lítið út núna, þá erum við með mjög fínan leikmannahóp og hérna það þarf bara svona aðeins að stoppa í það. Það þarf maður bara að vera skynsamur hvað maður er að gera. En því miður þá verðist ekki vera mikið af örfendur leikmönnum á Íslandi í dag, þeir eru allir atvinnumennsku. Hvað var það sko bikarinn til FH sem var frábært hjá þeim. Það var allavega gott að vita að hann fór ekki út fyrir bæjarmörki sko. Við erum ánægðir með það. Og hérna, en þessi ungi hópur sem var í fyrra, hann er árunum eldri núna og ennþá meiri reynsla. Og ég held að það starf sem er búið að vinna hérna í kring tíðinni í yngri flokkum, það er bara virkilega að skila sér. Við erum með að vinna á eigin leikmönnum mikið og bæði í kalla og kvennahópnum og það verður bara til lengri tíma mikill styrkur félagsins. Leikmenn sem eru núna, það voru náttúrulega margir ungir efnilegir stórmótur og fleiri, en eru aðrir ungir leikmenn að stíga upp og kannski sem bara þeir voru í fyrra og síðustu ára? Þú getur séð það hérna að við erum með, það komið svo mikill fjölda af leikmennum í einu sem voru svona ungir efnilegir strákar hjá okkur, þannig að hérna þeir þurfa svona nokkur ár til þess að vaksa og dafna og það er alltaf þannig að maður er ungur að áma kannski eitt gott tímabil þar sem maður sýnir fram á mikla framfærir og svo verður svona einhver stöðnun næsta tímabil eða jafnvel eitt skref tilbaka og svo þarf maður aftur þá er maður kannski búin að uppgöta það að maður þarf virkilega að vinna fyrir hlutunum til þess að verða góður og hérna þannig að við eigum töluvert að þessum strákum eins og Tjörva, Tóta, Aron Rapp, Heimir Óli og fleiri, Stefán Rapp og fleiri og hérna nú er einn að fara til Danmörkur og það er svona þessi strákar eru ekki orðnir svona þeir eru ekki slípaðir ennþá, þeir eru ennþá að taka þessi skref að verða betri það mun verða alveg tvö ári viðbútt allan þegar þeir verða orðnir góði leikmenn og fyrir aftan þessa stráka erum við líka með leikmenn sem að hérna eru 1 til 2 árum yngri og hérna eru svona kannski næsta kynslóð eftir en kannski ekki alveg tilbúinir í slaginn. Við erum strák sem heitir Einar Pétur í vinstra hornið sem er svona tilbúin þegar kemur að því að Freyr Brynjarsson kannski leggi skónu á hilluna eftir hvernig sem það verður. Hann er þetta hérna, hann er ekki 10 ára eftir allavega, hann á kannski, ég veit það ekki, 1-2 ára eftir og hérna, en þá erum við með strák tilbúin þar til dæmis. Við erum með stráka í Örfendu horninu sem er stutt í, við erum með stráka líka fyrir utan sem er stutt í, þannig að það er svona, við getum sagt að færibandið og hérna, svona þetta starf
sem þetta góða starf sem er inn í yngri flokkanum, það er að skila sér og hérna er að koma leikmennu en við stöndum núna að fjara frammi fyrir því og þó að við séum með þetta góða starf í gangi þá þurfum við að stoppa í liði hægra megin á vellinum og það er líka alltaf þannig að ef þú ætlar að berjast titlana, það er alveg, geta allir kvittandi það hvort að þessu Haukar, F og Valur eða Akureyri að þú þarft alltaf að sækja einhverja sterkari leikmenn með og hérna til þess að fullkomna lið og við munum þurfa að gera það. Það er bara hérna lögmál samkeppninnar og hérna ég trúi því að hérna að báðir leikmenn verði bara lélegri ef ég ætla að fara að deila þessu eitthvað 50-50 eða eitthvað slíkt. Ég held að hérna þessi tveir markmenn að til dæmis Birkir Ívar, hann þrífst á samkeppni og hann er svona keppnismaður mikill. Aron Rafn, þar höfum við til dæmis bara að mínu mati einn af efnilegustu markmennum landsins. Hann þarf líka að fara að sýna það, hann ætla að taka skrefið og verða góður. Það er ekki nóg bara að vera efnilegur og þessi tala um það, en það þarf maður líka að taka skrefið núna og verða góður og það er það sem hann er að vinna í og hérna hef trú á því hann muni gera. Þannig að það er bara hver stendur sig betur, hann spilar. Fleiri spurningar? Svona svipað í meistaraflokki svipað teymi sem við erum að setja upp. Hérna, við setjum upp sama prógram í kalla og kvennamegin að aðstoðar þjálfari í meistaraflokki kalla er að þjálfa þá annar flokkin og sama kvennamegin þar sem Harry kom frá Moldu kemur inn sem aðstoðar þjálfari í meistaraflokki kvenna og hann tekur stelpurnar sem eru að koma upp og við í vetur réðum Gísla Guðmundsson sem yfirþjálfari yngri flokka og það er búið að vinna það massífa vinnu og ráða þar í alla stöður og það sem við erum að vinna þetta sama að tengja flokkana saman og ég held að það starfi eftir að skila sér mjög vel hérna. Þannig að hérna til dæmis í þessu þjálfarteimi hjá kallaliðinu þá var það ég sem aðalþjálfari Gunnar Berg, aðstoðarþjálfari með annar flokk, Gísli Guðmundsson markmannsþjálfari sem er svona kannski inn á æfingum tvisvar í viku og svo erum við með búið vel að því hérna í Haukunum að við erum með styrktarþjálfara sem eru hérna mjög færir og hérna áhugasamir og þeir hafa hérna verið að vinna hérna að svona rauðum þráð í uppbyggingu okkar yngri krakka uppi frá 8 ára aldri og uppi meistaraflokk og hérna og ég hef ákvaðið núna að nýta mér þessa stráka því ég hef verið að sjá hvað þeir hafa verið að gera síðustu árum og hrifist af því og hérna og svo vinna er komin á fullt með þessa stráka hjá okkur í meistaraflokknum að styrkja sig og bæta fyrir næsta vetur því að það liggur þetta þvílík vinna fyrir höndum til þess að koma sér í efri hlutan, það er ekki bara eitthvað sem maður segir og svo mætir maður eftir sumarfrí það er ætlaði hress og vitt sko heldur það er mikið vinna sem liggur á bæki hérna og hún byrjar núna og verður í allt sumar þannig að við erum með núna með okkur styrktarþjálfara sem að vinna með okkur þannig að það er bara mjög spennandi. Er þetta ekki bara komið á okkur? Það var heldur gott. Fleiri spurningar? Snorri vill ekkert vita. Svo ætlum við að vera duglegir að hafa kaffi og veitingar upp í stúkunni og ég vona að þið sjá okkur á leikjunum í vetur strákar. Hérna á blaðamannasvæðinu. Duglegir að fylgjast með? Já. Það er ekki spurning. Það er núna keks og kaffi á kantinum þegar við viljum fá okkur eitthvað en